hef sem sagt átt við portrett alveg í langan tíma og var með portrettsýningu með Hallgrími Helgasyni í kringum 1990 og hef verið á fleiri portrettsýningum svona og gerði þá sirpu portretta og svona 2000 þá hafði Sævar Karl verið að biðja mig sýningu í nokkuð langan tíma og ég ákvað og var þá byrjaður á þessari portrettseríu að ég myndi bara mála alveg þá heilu seríu eða klára hana og sýna hana þar. Það fannst það fínt tækifæri til að koma þeim fram. En ástæða fyrir portrettunum og eins kannski kyrralífunum sem ég hef verið að mála jöfnum höndum líka, kannski ekkert mjög mikið en alltaf öðru hvoru, að þarna fæ ég viðfangsefni sem margir álíta að vera algjörlega kulnað og það finnst mér oft mjög spennandi vegna þess að til þess að sjá hvort að maður geti glætt það aftur upp eða fram og maður hefur séð það náttúrulega að bæði í þessu og svo hjá öðrum listamönnum að það aldrei viðfangsefni aldrei kulnað, það frekar listamaður eða sá sem handleikur viðfangsefni og ég sá náttúrulega hvað þetta var spennandi viðfangsefni. Svona ólíkt mörgum öðrum í dag þá setja persónurnar fyrir á meðan ég mála þær og hluti af portrettinu hvað þær eru bara að segja og spjalla, það þurfi ekki að vera setja kjurrar eða þannig laga sko, það geta verið að tala og svona og ég álíta hluti að því komi fram í portrettinu og það allt öðruvísi að mála eftir ljósmynd, þá ertu bara að líkja eftir andlitsdráttum eða eitthvað slíku. Og í þessari síðustu portrettseríu sem reyndar ennþá í gangi frá 1998, við skulum þá bara tala þessa sýningu sem var hjá Sævari Karli, en ég enn að vinna hana vegna þess að hún verður trúlega í Sviss á næsta ári, sýnd sem heild og þess vegna ég að reyna að klára 30 portrettmyndir. Og fyrsti maðurinn í þessari síðustu seríu og þar af engi fyrsti maðurinn í sýningu hjá Sævari Karli var Sverrir Guðjónsson sem flestir landsmenn þekkja sem söngvara og útvarpsmann og menningarmann á Íslandi. Og núna bara tekið á einn af öðrum þessar sem voru tengdir þessar sýningu. Hér sjálfur búðar- og galleríeigandinn Sævar Karl. Þessi kona heitir Dalla Ólafsdóttir og dóttir forseta Íslands. Undirbjóð 3 myndir vegna þess að þetta eru þríburar sem eru Reykvíkingar, það er að segja Hildur Bjarnadóttir, hún myndlistakona, Guðrún Bjarnadóttir, hún einhvers konar búvísindamaður, lærður frá Hvanneyri, og Gerður Bjarnadóttir, hún kjóla eða fatahönnuður. Það svona kannski sérverk innan verksins að fengi að fá að mála þær svona saman vegna þess að það kemur einhver svona massi við að hafa þríbura saman hlið við hlið. Svo það líka með svona óvenjulega rautt hár, það var gaman að geta nota svoleiðis lit í málverk. Þetta annar af 2 hljómsveitarmeðlimum Súkkat, eða dúettsinn Súkkat, Hafþór Ólafsson. Þessi reyndar bættist við, eins og kannski einhverjar innanum, þetta Einar Falur Ingólfsson, ljósmyndari og blaðamaður á Mogganum, Morgunblaðinu. Þetta ein af nokkrum nemendum mínum sem ég beðið að sitja fyrir úr Listaháskólanum. Hún heitir Dagbjört Thorlacius, úr Búðardal, eins og ég. Það má kannski koma því að ég valdi portrettin svolítið eftir andlitunum, þannig
það farið fram svolítið val með þeim sem ég hef málað. Þessi heitir Karin Kneffel, það listmálari frá Düsseldorf, og Kristín Gunnlaugsdóttir, hún ég held að menn þekki hana, hún listmálari á Íslandi. Og þetta annar nemandi mín sem heitir Rebekka, og listmálarinn Georg Guðni Hauksson. Hann málaði mig á sama tíma og ég málaði hann, þannig að hann var sá eini sem var í vinnunni hérna leið ég málaði. Og þetta rithöfundurinn Bragi Ólafsson. Og þó þau séu nokkur portrétt í viðbót, þá hefur ég látið þetta nægja í bili.